það. Já, sem sagt, við mætum þarna að Tungu. Það var ég og Maggi á Skarði og svo faraði með okkur Guðni og Samúel. Strákarnir vildu fara með, Guðni bannaði það með harðri hendi, þetta þeir voru náttúrulega úlingar en hann vildi ekki. Það var leiðindaveður, svona éljagangur en það var ekki sko samfelldur bylur en gekk á með svona vestan éljum. Og það var náttúrulega svona, já, það var töluveri snjór á jörð í sköflum. En það var ekki hálka. En þetta var svona gamall snjór því að það hafði verið snjóað dálítið og þiðnað og þannig að það voru svona hjarnskaflar sem var hægt að keyra á. Nema það er keyrt á trúbennum þarna upp að Stórhól og svo förum við þarna labbandi upp, förum yfir ána og löbbum þar vestan til í Skarðsdalnum og skiptum okkur svona. Maggi og Sammi voru saman og ég og Guðni vorum saman og dreifum okkur hérna. Annar fyrir upp með ánni og hinir fara hérna vestur með og förum hérna svona í hring. Og ég fer þarna upp í þessa svokölluðu Bröttubrekku sem er vestan við, ég man það, ég fer þar upp í hana, sem er vestan við fossinn í Skarðsá. Þeir kannski munið eftir henni, það er svo lengi það skafl og fer svo seint í þessari Bröttubrekku að það safnast þarna ægir úr snjó og ég lendi að fara þarna upp maður og munið enga rinni þarna á raskatinu niður. Þetta var svo hart hjarn en ég gat hokkið hælunum niður í snjóinn. Og þá löbbum við vestur eftir við Guðni og þeir voru þá austan við þetta Maggi og Sammi. Þarna vorum við að þessu og engir farsímar, þeir voru ekki komnir þá, GSM-símarnir. Nema þegar erum konið þarna vestur í skriðuna, þá verðum allt einu varir við einn hest þarna niður í skriðunni. Bara rétt göngum fram á einn hest. Og þá náttúrulega var svona að fara að skikja eins og þá förum við og lítum upp og þá sést grilla fyrir ofan okkur í hrossahópinn. Þá var hann töluvert svona 100 metrum fyrir ofan á einhverjum klettastalli þar. Og þar með voru hrossin fundin. Þessi hestur sem við rákumst þarna á, hann var slasaður, hann var rifinn á fæti, framfæti. En það var náttúrulega bara, þeir náttúrulega komu þarna fljótlega á eftir, Sammi og Magnús og svo var bara hafist handa við það að reyna að koma honum niður, settur á hann mútl eða beisli og teymdur niður og það var mest að furða hvað það gekk og hann var teymdur heim á Tungu nema þau fengu Gunnar dýralæknir til að koma og kíkja á hestinn þarna kvöldi og hann náttúrulega lagfærði eitthvað sárið og svo var ákveðið að fara daginn eftir, þess að 3. janúar og reyna að ná hrossunum þarna á þessum klettastalli. Það var haft samband við björgunarsveitina á Akranesi. Og svo var náttúrulega haft samband við einhverja fleiri, ég man að Sigurður á Skarði kom og sonur hans, það var Sigurður Arnar, svo kom Höskuldur, var ábyggilega Höskuldur með mér og Magnús og björgunarsveitin. Eitthvað
allavega eitthvað yfir 10, svo komu fréttamenn frá Morgunblaðinu og svo kom Gunnar Örn því að hann einhvern veginn vildi blanda sér í það að því hann vissi að það var búið að lýsa honum fyrir hvernig þetta væri og ætlaði hann að gera tilraun til þess að sprauta þá svona hestana, svona kærleysisflötu, svo þau væri afslappari. Nema það farið þarna björgunarsveita bílnum þarna upp og Guðni fer á Trúbernum líka og þarna upp að Stórhól, það var náttúrulega ekki þetta að komast lengra. Þá þeir voru útbúnir með exi og bönd og kaðla björgunarsveiti því það var gert ráð fyrir að þyrfti að búa til eitthvað braut fyrir og reka þá eftir þessum klettastalli og Sammi var með heipoka og það hefði snjóað aldrei sko nóttina, það var svona jafnfalli snjó, svona svolítið rakur, þannig að það var svona, hitastigi var svona rétt eiginlega frostmark. Það var svona rakur snjóring, þannig að en samt ekki hálk. Ef það var labba hann upp og allir helvíti brattir að labba og Sammi var nú ekkert síðastur þó að hann var nú elstur. Nema við pótum okkur þarna upp skriðuna og þetta var náttúrulega helvíti brattat upp þessa skriðu. Og svo var skipt verkum björgunarsveita að mennirnir fóru að höggva svona rás í snjóin hérna, svo að var þetta að koma, reka hrossin svona í austur átt eftir þessum klettastalli og þegar hann var búinn þá var svona skriða þar niður, bara svona, já, á snjó þar í þessari skriðu. En þau voru þarna, svo var alveg þverrhnípt þarna niður af vestanarðu. Þetta var sem sagt svona í cirka 800 metra hæð í heiðarhorninu og alveg þverrhnípt niður og þeir voru þarna upp á þessu stalli alveg við þetta þverrhnípi og munan og drenga upp bara hringdu þarna niður en þau tóldu nú þarna, það var svona dálítið góður stallur þar nema þau náttúrulega róuðust þegar þau sáu Samúel eigandann og hann fór að gera þeim hey og svona aðeins að tala við þau og Gunnar fór að reyna að sprauta þau. Það náttúrulega gekk svona með hluta af þeim en hann náði aldrei að sprauta öll. Þegar þeir skiptu með sér verkum og svo var útbúin þessi braut og settur svona kaðall svona eins og handrið nema að svo var náttúrulega þegar þetta var búið þá var fyrsti tengdur þarna elsti hestur var tengdur þetta voru mikil náttúrulega svolítið af þessu ótamin trippi það voru 17 hestar hann uppi þau voru 18 sem fældust og einn var komin heim nema svo náttúrulega þegar það var búið að fara með fyrsta hestin þá kom náttúrulega hitt svona á eftir og svo náttúrulega bara kom bara allur haugurinn og þá náttúrulega fór þetta bara eins og við að búast sum bara runnu þarna niður, fór ekki alla leið þannig að sum bara fóru niður og yfir bandi sem var búið að strengja og runnu þarna niður sko raunverulega fram af þessum kletti og svo var bara skriða fyrir neðan en það náttúrulega var ætlast til að færa alveg klettastallin á enda og þá var skriðan svona bara snæfið þakið niður en það slasaðist enginn við þetta þó við færa þarna niður og það var náttúrulega bara út af því að snjórinn sem var þarna nýr hann hafði svona hann hafði svo mikla hann loddi svo við snjóin þannig að það var enga bera nibbur það var eiginlega allt snæfið þakið af þessu nýfalla snjó
Þannig að það var svona, já, það var svona bara má segja mýkt að hafa hann fyrir hrossin þegar við raunum þarna niður. Nema þetta gekk allt bara, má segja eins og í sögu, nema það var bara þetta sem að eina sem að þau fóru sum þarna náttúrulega öðruvísi en átt að fara en það. En ég held að það hafi bjargað því að snjórinn var svona til að hlífa því að þau meiddu sig ekki neitt við að fara niður eða fram af þessum klettum. Svo var bara rekið heim og allir í kjötsúpu hjá frú Lindu og það voru náttúrulega allir hæst ánægðir og sérstaklega eigendurnir, hjónin í Tungu bæði og svo fór nú Gunnar dýralæknir eitthvað detu og meira við þennan hest og svo veiknaðist hann nú að hann sem sagt átti svo erfitt með að éta, svo kom það bara í ljós, ég að tala núna hestin sem að fannst fyrst og var slasaður, svo kom það bara í ljós eftir 3 vikur að hann var líka kjálkabrotin. Það var það sem að gerði það verkum að hann átti svona erfitt með að éta eða bara gata ekki og þá var farið að gefa honum grasköggla og hann sem sagt lifði þetta af og þreifst af þessum graskögglum og hann lifði alveg af veturinn og ég veit ekki annað en að öll heil hrossin hafi sem sagt sloppið vel frá þessu og ekki beðið neitt tjón af. En þetta var náttúrulega tölver lífsreynsla endi í þessari björgun og svo bara sko dagan á eftir þá var bara kolvitlaust veður alltaf. Þannig að einhvern veginn finnst mér að þetta hafi verið eiginlega eini dagurinn sem að var einhvern sem við vorum mjög heppnir með veðrið sko að þó þennan 3. janúar sko þegar það var kolvitlaust veður og það var bara vetrar hörku þarna næstu daga nema svo haft samband við okkur og þá ákveðið að þau ætla að halda björgunarpartí eða sem sagt halda okkur veislu sem kölluðu björgunarveislu laugardaginn þarna 14. janúar og þá var ekki komið skessubrunn, þá var bara við vorum bara þetta með sumarbúð eða sem sagt móilhúsin, það var náttúrulega töluvert pláss þar og það komu þarna allir og það var feiknar veisla og mikil veisla í mat og drykk. Það var ekkert skorið við nögl og og svo fengu allir sem að tóku þátt í þessu svona krukku og hún var sem sagt hún var áletruð með nafni hvers og eins og þar utan á krukkunni voru 3 vísur eftir M.O. og ekki ágætt að enda þetta viðtal með því að ég færi með þær. Og það eru svona skarfshyrnan skörp á brá, stékin hörðum vindum, aðeins fálka flugi á, fær eftir tindum. Ísi lagða ógnar slóð eftir stalli feta, mjóan stíg sem maður tróð, margt sem hestar geta. Gæðingarnir gengu heim, glöddust menn og sungu, innilega þökkum þeim, þetta frá Tungu. Og svo M.O., það er höfundurinn, það er Magnús úr Skarði.